Glódís, bara hvernig þessir dagar að vera í Pólandi fyrir leikinn á móti Úkraínu? Bara góðir, búin að vera með fínar æfingar og frábær borg, þannig að búið að vera gaman að rölta eftir æfingar og svo bara fundir og þetta klassíska undirbúningur. Svona bara leikurinn á móti Úkraínu, eru að búast við öðru leik en heima þar sem við unnum 1-0? Já, ég býst við að þær muni vera aðeins aggressífari, beinskeyttari. Þetta er auðvitað úrslitaleikur leikur og bæði lið vita það, þannig að og við kannski erum með ákveðna yfirhönd að því við unnum fyrir leikinn, þannig að þær verða að vinna þennan leik. Þannig að ég býst alveg við að þær munu kannski vera aðeins meira svona fuck it mode. Eru þær bara haldið að séu kannski bara frænda leiknum upp í svona smá kaos? Ef það kannski helst jafn lengi vel? Já, mögulega. Ég náttúrulega veit svo mikið hvernig þær horfa á það en þá er það bara undir okkur komið að passa að það gerist ekki og já, við viljum vera með stjórn á leiknum og munum gera allt til að halda því sem lengst. Og við getum bara lært mikið af þessum leik á heimavelli sem við unnum 1-0 og þessi stjórnum ferðinu. Já, algjörlega, en lærðum líka að ef við gefum þeim smá þá eru þær hættulegar. Þær fengu góð færi og þegar við vorum ekki alveg með fókusin í lagi, þannig að við þurfum líka að læra því og við þurfum að vera 100% í öllu sem við gerum á morgun. Nú er Sveindís ekki með í þessu verkefni, saknaði hennar mikið? Já, þetta söknum við hana greiðlega mikið. Hún er frábær leikmaður og gefur okkur mikið. Þannig að greiðlega leiðilegt að hún sé ekki hér en ég held að við séum með leikmenn sem muni stíga upp og við munum bara fylla hennar skarð svo vel og við getum. Það er mitt bara hellinga leikmenn sem eru að koma inn í hópinn núna og vera svona sérstaklega fram á vellinum og geta kannski fyllt í hennar skarð og fá tækifæri til að láta ljós sitt skína á morgun. Já, einmitt. Það er þannig í fótbolta að þegar einhvern dettur út þá kemur einhver annar inn og fær tækifæri og þetta er bara undir þeim leikmanni og okkur öllum komið að gera það bara upp á 10. Algjörlega bara svona stemningin í hópnum, nýlavíksla í gær, hvernig var það? Bara eiginlega ógeðslega gaman. Öll atriðin voru bara upp á 10, þannig að þetta var ógeðslega skemmtilegt og svona fjölbreytt og alls konar bara, en þetta var mjög gaman. Þetta var svona hæfileikakeppni, bara nýtt konsept. Já, það er gaman að maður fara að sjá eitthvað sem maður kannski vissi ekki að fólk kynni og þetta er svona aðeins öðruvísi heldur en þetta klassíska bara að syngja, þannig að það var skemmtilegt. Og mikil fjölbreytni í þessu, eða? Já, mjög mikil. Við vorum með galdra og uppistand og landafræði og alls konar. Eitthvað sem stóð upp úr, eða? Hver stóð upp úr? Mér fannst eiginlega mér ógeðslega fyndinn. Var hann með í þessu? Já, hann var ekki búinn að gera nýlega. Við erum með þjálfarann líka, þannig að hann var ekki búinn að gera vígslu og hann stóð bara upp og fór að bulla bara á bosnísku held ég og það var bara ógeðslega fyndinn. Hann var sigurvegari? Já, allavega á minn. Mér fannst það geðveikt. Ef við förum við til Þýskalands, bara tímabilið með Bayern München, hvernig horfir á það núna? Bara ógeðslega stolt. Þetta var aftur í fyrra náðum við svona historical marks fyrir klúbbinn og aftur í ár náðum við að gera það saman en komast í undanúrslit í meistaradeildinni og eiginlega bara hundfúl eftir undanúrslit í meistaradeildina því að mér fannst við gráðlega nálægt. Þannig að já, bara gríðarlega stolt af tímabilinu og öllu sem við gerðum og aldrei skorað svona mörg, aldrei fengið svona lítið af mörgum á okkur. Þannig að þetta var bara, já, mjög gaman. Þetta liði alltaf að vera sterkara og sterkara? Já, það er við höfum verið að búa til svona okkar identity, okkar leikstíl yfir mörg ár núna og svo já, finnum maður bara hvað öllum líður betur og betur í því og fengum nýjan þjálfara fyrir tímabilið sem kemur inn með svona aðeins nýtt kannski, svona Spánverji og vill fá aðeins meira svona svona einstaklingsgaldra og leyfi leikmönnum svolítið að blómstra sem eru góðar í því, þannig að það hefur gefið okkur gríðarlega mikið og maður sér það í sóknarleiknum okkar að við erum ennþá fjölbreytnari og leikmenn fá svolítið að sýna hvað ég geta. Svona skemmtileg móment á þessu tímabili, hvernig var að spila á Old Trafford? Bara ógeðslega gaman. Náttúrulega risa leikvangur og það var ógeðslega gaman að keyra upp á honum og fá að leiða liðið út á Old Trafford er algjör draumur. Og já, líka Camp Nou var fullu völlur og já, bara algjör draumur og ógeðslega gaman að fá að upplifa þetta. Akkur á Camp Nou, hvernig er að spila á móti þessu Barcelona-lið? Þær eru erfiðar, þær eru ógeðslega góðar í því sem þær gera og maður þarf að eiga algjöran topp leik til að vinna þær. Mér fannst svona, kannski alveg seinni hálfleikurinn í seinni leiknum að þá fórum við í svolítið svona fuck it mode og fórum að hápressaði maður og mann og maður svona eftir að hugsa af hverju gerðum við þetta ekki fyrr af því að það gekk ógeðslega vel
við áttum 2 skot í slána og skoruðum mark svo tekið á okkur sem átti ekki að vera tekið af og já, þetta var svona, þetta er mjög gott lið á margan hátt en það var gaman að sjá hvað við vorum ekki það langt í burtu í þetta skipti. Algjörlega, og þú ert bara áfram hjá Bayern á næsta tímabili eitthvað? Já, ég er með samning áfram. Og þið ætlið bara að fara á næsta tímabili og vinna þessa meistaradeild? Það er markmið. Það hlýtur bara að vera að stefnan taka það næsta skref? Algjörlega. Mig dreymir að spila úrslitaleik meistaradeildarinnar og hvað þá að vinna meistaradeildina, þannig að það væri ógeðslega gaman að fá að gera það. Takk fyrir þetta, Glóðis Gangur. Takk.